Komið sæl og verið velkomin í þetta myndband hvernig á að byrja skák. Hér fyrir framan okkur erum við með upphafsstöðuna í skák. Við sjáum 16 hvíta menn fyrir framan okkur og 16 svarta menn. Þegar við hefjum skák er mikilvægt að velta fyrir sér hvernig við ætlum að láta mennina vinna saman. Við þurfum að hugsa mennin okkar sem heilt lið. Og í liðakeppnum er eins og þið vitið mikilvægt að allir taki þátt í keppninni. Peðin sem eru fyrir framan mennina sem eru hérna að aftan eru hálfgerðir varnarmenn en líka mikilvægir þátttakendur í skákinni sjálfri. Og þegar við byrjum skákina er nauðsynlegt að velja sér eitthvað af peðunum til þess að hreyfa fram, til þess að opna fyrir mennina sem eru fyrir aftan. Ég mæli til dæmis alls ekki með því að ég leikið F-peðinu fram í byrjun skákarinnar því það raun og veru opnar ekki fyrir neinu manni nema kóngnum. Algengasti byrjunarleikurinn í skák er að leika kóngspeðinu fram. Sá leikur er mjög eðlilegur að því leyti hann opnar fyrir biskupnum sem kemst út. Hann opnar líka fyrir drottningunni og auk þess nær peðið tökum á 2 reitum á miðjutalborðinu sem er talið vera mikilvægasta svæði borðsins, svokallað miðborð sem er reitin hrein í miðjunni. Að sama skapi er ekki talið vera gott að hreyfa peðan á köntunum í byrjun, afsakið, því að þau peð ná engum tökum á miðborðinu. Kóngspeðið fram er, eins og ég sagði, mjög algengur og góður leikur. Aðrir algengir leikir eru til dæmis að fara með drottningapeðið fram í byrjun. Þannig er líka tökum á mikilvægum reitum á miðborðinu, alveg svo kóngspeðið. Og svo er líka mjög fínt að leika peðunum hérna á C-línunni fram eða jafnvel kóngsrittaranum út sem nær tökum á mikilvægum reitum á miðborðinu. En ég ætla í þessu myndbandi að sýna ykkur svona grunnhugmyndina sem við ættum að reyna að fylgja eftir í byrjun skákarinnar. Og þá ætla ég að mæla með þessum leik sem ég nefndi áðan, E4, kóngspeðið fram í fyrsta leik. Og markmiðið hjá okkur í næstu leikjum er að koma sem flestum mönnum út og við ætlum að byrja á að koma riddarunum út. Þar á eftir ætlum við út með biskupana. Svo ætlum við að reyna að koma kóngnum okkar í skjól og svo að virkja drottninguna. Þetta verður svona frekar eðlileg leið til þess að byrja skákina. E4 er fyrsti leikur hvíts. Nú ætlum við að segja að svartur gerir einhver hræðileg mistök eins og til dæmis að leika einhverju kantpeði fram. Svartur er ekkert að spáði hvað hvítur er að gera, hann er bara að leika kantpeðinu sínu fram og gefur hvítum pláss til þess að gera hvað sem hann vill og þá ætti hvítur að reyna að ná frekari tökum á miðborðinu með því að leika drottningapeðinu sínu fram og hefur þá náð tökum á öllum þessum 4 reitum hérna á miðborðinu. Nú skulum við segja að svartur leiki öðrum lélegum leik, en leikur öðru kantpeði fram. Þetta er ekki gott. Nú getur hvítur farið með annan af riddarunum sínum út og ég mæli með því að fara með riddaran nálægt miðborðinu, það er að segja hingað þar sem hann stefnir á þessa miðborðsreiti. Það væri verra fyrir riddaran að fara út á kant. Við áttum okkur á því þegar við veltum fyrir okkur hvað riddarinn stefnir á marga reiti. Nú sjáum við að riddarinn stefnir hingað á B5, C4, C2 og B1. Þetta eru 4 reitir. En ef hann fer á C3, eins og ég mælti með, þá sjáum við að hann stefnir á 8 reiti. Þannig að hann er kannski tvöfalt betri á C3 heldur en á A3. Ef að svartur leikur öðru kantpeði þá getur hvítur gert eins og áðan, það sem hún sýnist. Og það sem ég mæli með að hvítur gerir hér er að fara með riddaran á F3. Hann kom með báða riddarann sín út og bæði peðin á miðborðinu. Næsti leikur hvíts er að koma biskup út og það eru margir góðir reiti fyrir biskupinn. Það er yfirleitt best að fara með biskupana út fyrir peðakeðuna. Þannig að hér var til dæmis fínt að fara með biskupana kannski á C4 og F4 eða þá að hafa það hérna fyrir aftan peðin til dæmis á D3 eða E3. Allavega að koma þeim út á virka reiti. Hér er til dæmis mjög fínn leikur fyrir hvítan að fara með biskupinn á C4. Hinn biskupinn getur síðan farið á F4 eða jafnvel á E3, báðir reiti mjög góðir. Og eftir það ætti hvítur að koma kóngnum sínum í skjól með því að hrókara. Þegar maður er búinn að hrókara þá kóngurinn vel varinn bak við peð og hrók og erfitt fyrir andstæðinginn að nálgast hann. Næsti leikur hvíts er síðan að virkja drottninguna, koma henni á E2 eða D2 og svo geta hrókarnir fyllt á eftir verið fyrir aftan menn. Þá sjáum við að allir menn hvíts eru komnir í sóknina og taka þátt í baráttunni. Þetta er svona drauma staða fyrir hvítan. En hér eru við að gera ráð fyrir að svartur leiki lélugum leikjum. Þannig að nú skulum við fara hans tilbaka
Allalega hingað þar með hvítur leik E4 og ímynda okkur að svartur leiki frekar góðu leikjum. Góðu leikur fyrir svartin í þessar stöðu líka leika kóngspjörnu sínu fram hingað á E5. Þá ætti hvítur samt að halda planinu sínu og koma riddurum út fyrst áður en hann kemur biskupunum út. Það er ágætis þumalpuðregla. Riddari F3 er þess vegna mjög góður leikur í þessar stöðu sem setur strax pressu á þetta peð hérna á E5. Svartur getur valda peðið með sínu riddara, komið mann út í leiðinni og þá ætti hvítur þá koma biskup út. Það eru þetta margir mjög góður leikir, það er að koma riddaranum hingað, það er að leika peðinu hérna á miðborðinu. Ég mæli með fyrir ykkur að koma þessum hvítarda biskup út, annarkvort hérna á C4 eða B5 því að þá opnum við fyrir kóngnum og undirbúum að hrókara næst. Þannig ég ætla að segja biskup C4 og að svartur gera eitthvað svipað, leiki líka biskupnum út. Nú getur hvítur hrókarað, þá vitum við að kóngurinn er nokkuð öruggur. Og í næstu leikjum getur síðan hvítur undirbúið að koma hinu riddaranum sínum út og opna fyrir biskupnum. Til dæmis með að leika hérna peðina á D3, biskupin kemst það út, riddarinn getur farið á C3 eða á D2 og svo getur hvítur líka reynt að ná tökum að miðborðinu með að sækja fram með peðunum sínum hérna á D4. Þetta er svona hefðbundin leið til þess að byrja skákina og ég mæli með þessum þumalputtareglum, reyna að sækja fram á miðborðinu, byrja á því að koma riddarunum út og svo biskupunum og svo kóngnum í skjól með hrókara og ef þið gerir þetta þá getið þið verið nokkuð vissum að fá góða og trausta stöðu til þess að tefla upp úr í miðtaflinu. Takk fyrir þetta.